Við sem sagt flytjum á Akranes fjölskylda og erum þá 9 manns. En þannig kaupa foreldrar mínir sem sagt stórt mikið hús sem nýtt og það teiknaði arkitekt. Þar heyri ég fyrst orðið arkitekt. Það merkilegt. Það er Bárður Ísleifsson sem teiknar þetta hús. Yeah. Og þetta mjög stórt hús, það eru 5 svefnherbyggi og margir voru alveg undrandi hvernig svona fjölskylda gat bara keypt hús því að fólki var yfirleitt, að byggja þetta sjálft. Það var húsi líka sem var merkilegt, kannski kveikir það í þessu sem ég hef verið að tala mig langaði til að vera arkitekt. Já. Það er örugglega kemur þarna inn þó ég þekkti ekkert neina arkitekta en eitt. Og aðstæður voru þannig á Akranesi að það var náttúrulega sjórinn og fjaran allt í kring. Og ég sótti mikið með mínum vinum að fara upp á Langasand sem að var þá, það var Skeljasandur. Að því að Semisesmiðjan var hann á Akranesi og það var sem sagt dælt upp Skeljasandi sem var notað í sementið. Og þá var hluti af sandinum orðið svona ljós. Þetta var svona eins og maður væri komin til útlanda. Þar vaknar eiginlega svona, alveg og rosaleg teikniþörf og ég teiknaði þá alveg bara heilu húsin, Og þá teiknaði ég svona eins og, flata teikningu eins og arkitekt að gera hverja hæð fyrir sig og svoleiðis. Í sandin? Í sandin, já. Og svo lékum við okkur við, bjögum til hlutverk. Þess var mamman og þess var pappin og svoleiðis. Og við tíndum ýmislegt að setja inn í þess að nota fyrir borð og stóla og eitthvað svoleiðis líka, Ég er fædd og uppalin á Ísafirði, í Krambúðinni, tvílyft timburhús frá 18. öld. Það er staðsett á Eyrinni, nálægt fjörunni og ég lék mér mikið í fjörunni sem barn. Þá fylgdist ég með skipakomum, hljóp niður í fjöru því ég sá að togararnir voru að koma að bryggju til að geta leikið mér í flæðamálinu að öldunum. En húsið skipaði stóran þátt í minni æsku, bara hvað var yndislegt að vera þar en líka að hluta til að sögunni að því ég vissi að þetta var eitt elsta hús á Íslandi sem búið var í. Ég bar mikla virðingu fyrir því og hljóðunum og tilfinningunni sem að þar var. Og bara hvernig fjalirnar brugðust við þegar maður var að laumast og maður lærði að stíga á réttu staðina þegar maður vildi ekki einhver myndi heyra í sér. En mamma talaði oft árin sinni í Kaupmannahöfn og nefndi þá sérstaklega eina konu íslenska sem var málari, sem var svona frumkvöðl, Júlíönu Sveinsdóttur. Hún byrjaði að mála og var málari, tók sér svo til og fór að vefa til þess að lifa því. En endaði svo í því að fara bara alveg út í myndefna. Foreldrar mínir eru og voru listunnendur og ég ólst upp við það að fara bæði á tónleika og myndlistasýningar og sat einnig yfir sýningum hjá Slungaríki á menntaskólaárunum. Slungaríki er galleri, sýningarsalur á Ísafirði. Ég man sérstaklega eftir að hafa setið yfir sýningu hjá Donald Judd, Kristínu Jónsdóttur frá Munkaþverá, en hún vann einmitt með ull í þeim verkum og handskrift, ofsalega falleg sýning. Þegar ég kem inn í skólan þá ætlaði ég mér ekki að verða. Textíl? Textíl, nei. Þó hafði ég ykkur að vitneskju það, heldur bara að verða, myndmenntakennari. Af því mér fannst þessi myndmenntakennari minn í Gagnfræðaskóla, hann hafði svo mikið áhrif á mig, Þetta var eitthvað sem maður ætti að gera. En svona smá saman því ég fór að sjá inn í vefnakennaradeildina, því þá var ekki textíldeildin til, þá bara sogaðist ég þangað inn, Og svo var textíldeildin stofnuð, þannig að þegar við vorum búið með 2 ár, þannig að ég ákvað að fara þangað inn. Og þá var bæði Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá. Hún var kennari, hún var búin að vera í Danmörku, í Danmörku og hún var alveg rosalega dugleg að ýta þessu af stað vegna þess að þetta var nú ekki talið mjög merkilegt, skal ég segja þér. Nei. Þeir voru kallaðar tuskukellingar. Tuskukellingar? Bragi Ásgeirsson sagði þetta alltaf, koma nú tuskukellingarnar. Ég held að bara að myndvatnaður hafi verið bara tjáningamáti okkar kvenna á þessum tíma. Ég meina, það var
málverki var kallana. Við vildum bara sýna fram á að það var hægt að gera myndlist í textíl. Þetta loðir ennþá við. Ég man eftir bara á sýningu sem ég var með fyrir nokkuð mörgum árum, þá kemur að mér maður sem myndlistarmaður og segir, þetta er rosalega flott hjá þér, en hvernig ætlar hann að mála? Og þá segir ég við hann, heyrðu vinur, ég er að því. Ég nota bara gagn til þess, sagði ég. Enga síður er textíl eða textílist, þetta er náttúrulega hluti af myndlist, en eins og orðið segir, þá er það unnið úr textíl og svona grunnaðferðir í textíl má segja að séu prjón og vefnaður, en svo eru margar aðrar aðferðir eins og hekl, hnútar, vattarsaumur. Þær spila saman þessar aðferðir, en greinin er víðfeðm og tæknilega á margan hátt, þannig að aðferðin er eitt og svo eru það litirnir eða litunin og þar höfum við fleiri aðferðir eins og þrykk sem að flokkast í enn fleiri aðferðir eða bara litun. Og svo ofan á allt þetta er það síðan hvort að verkið er handdofið eða handprjónað. Svo eru líka til prjónavélar sem eru handknúnar, þannig að þetta skarast á margan hátt. En myndvefnaður, hann flokkast vissulega undir textílverk en líka sem myndlist. Kristín var bara mjög góður kennari og svo kemur Hildur inn á síðasta ári og með myndvefnaðinn. Já, Hildur Hákonur. Já, Hildur Hákonur. Og kvennabaráttun er þarna líka á þessum tíma alveg í algleymgi. Já. Og hún fór mjög sérstaklega leiði við að okkur vefa myndvefnað. Við teiknum ekki neitt áður, við unnum bara beint í vefinn. Og verkefnið var að gera portrett, bara andlit. Beint í vefinn. Það var eiginlega svona andstæðan við hinn vefnaðinn sem að var í vefstólnum sko, þar sem að maður var að læra tæknina. Já. Þannig að maður sá báðar hliðar. Þannig að það var líka hægt að sameina þess seinna meir þessar hliðar að vinna alveg frjálst. Já. Þó maður væri í fullkomnum vefstól. Sko. Já. Aðferð sem ég hef tilengað mér, mér finnst gaman að eiga við, er spuni. Og þá er maður náttúrulega alveg í grunnunum að því að maður er að búa til þráð og einhverju segja skilgreiningin á textíl sé þessi þráður sem er gegnum gangandi því hann er notaður í vefnað og prjón, en að spinna þá býr maður til þráðinn með því að snúa upp á hann úr einhverju hráefni, gjarnan ull. En þegar maður sest við rokkinn þá þarf maður helst að vera búin að undirbúa ullina og íslensku ullin, það er þetta tog og þel, þannig að maður þarf að taka ofan af ef maður vill ekki nota bæði í einu og kemba og svo getur maður hafist handa við að spinna. Og einhvers staðar í þessu ferli langar mann ef til vill að lita ullina og það er hægt að gera það áður en maður spinnur eða eftir eða bæði. Þannig að möguleikarnir eru endalausir. Það er eitthvað ótrúlega magískt við að setjast niður við rokk og spinna. Það er þessi snúningur, það er þessi endurtekning, það er eitthvað ótrúlega kraftmikið sem á sér stað og þegar ég settist við rokkinn í fyrsta sinn, það kom einhver rosaleg tilfinning. Það kom einhver tilfinning að það væri eitthvað miklu, miklu stærra heldur en ég, eða við sem lifum á jörðinni núna. Ég upplifi þetta að vera svo ofboðslega gamalt og sterkt að þetta hlýtur að vera eitthvað svona æðra. Það er þessi snúningur, maður þarf að halda spennunni, maður er að stíga rokkinn, maður þarf að fara hratt, maður getur helst ekki tekið augun af því sem maður er að gera. Þá laust niður eldningu í mig hugsaði, vá, þetta höfum við gert bara frá landnámi og nú er það komið hingað. Því ég fann það þegar ég settist við rokkinn og vissi bara, vá, þetta er eitthvað sem við búum að gera. Já, er það ekki? Já, það er þessi tilfinning. Það er þessi tilfinning, já. Þráttur ég vita að uppaf var náttúrulega ekki spunnið á rokk, skilu þetta er tæknilegri rokk og þinn vefstótt náttúrulega tæknilegri, en í grunninn er þetta samt eitthvað sem að... Hefur lifað með þjóðinni alveg frá landnámi. Já. Mér finnst það alveg óbúslega merkilegt, finnst mér sko. En það er líka svo gaman að nota þessa gömlu aðferðir og bara, þú veist, nota nýtt efni inn í það og svoleiðis. Já, akkurat. Og hérna er ég fann að nota sellófán hérna. Já. Og þetta er í rauninni ekki gervefni, sko. Sellófán? Nei. Þetta eru sykrur sem eru unnar úr náttúrulegum efnum, sko. Já. En viltu segja okkur eins frá Mývatnssveit?
Það var Mývatnssveit. Já. Já, þetta var náttúrulega mikið breyting að koma inn í svona ókunnugt umhverfi, allt annað veðurfar. Þessi vetur sem við bjuggum þar voru alveg óðbáslega snjóþungir. Það má segja að það hafi verið svona yfirleitt 1-2 metrar jafnfallið og jörðu, snjór. Þannig að þetta var alveg nýtt fyrir mann að ferðast og komast Og ég var nú að kenna þarna svona á kvöldin og svoleiðis, konunum í sveitinni, vefnað. Þá er sem sagt safnað saman öllum stólum úr hérna sveitinu og komið fyrir á Hótel Reynihlíð. Það er sterk hefð fyrir vefnaði í Þingeyjarsýslu. Og vinnu að ull og svoleiðis og litunum manna. Þetta er hérna langt aftur sem þær voru mjög hæfar í þessu og ég lærði alveg hellinga þeim líka. Nú það hefði líka áhrif á vinnuna mína í myndrætnaðinu. Veðurfarið sérstaklega, birtan, það er einhvern veginn, það er eiginlega ekki hægt að lýsa því að veturinn og þessar stillur og sérkennileg birta, hún er hvergi nema upp á svona fjöllum. Hún hafði mjög mikil áhrif á mig. Og það kemur náttúrulega fram í verkanum líka seinna mér. Þú veist, ég innbyrði oft svona, það tekur langa tíma síðan að koma út í verki. Á Ísafirði þá er maður náttúrulega á einhvern máta nær náttúrunni. Ég ólst upp við fjöruborðið, fjöllin eru alltumlíkjandi, í senn verndandi og ógnandi. Það komur snjóléttir vetur en líka snjóþungir og ég var nú mikið á skíðum, þannig að maður dreif sig alltaf upp á dal og kynntist veðrinu þar líka. Ótrúlega mikla stillur gátu verið en líka bara birtan sem snjórinn gefur. Á Ísafirði upplifði ég myrkrið á annan máta en hér í Reykjavík því að snjórinn lýsti svo mikið upp umhverfið. Af vori til þegar snjórinn var svona það bil að hverfa, hann búinn að sitja lengi fram eftir vori og kannski alveg komin fram í júní næstu því, þegar maður sá grasið koma undan og gróðurinn undan snjónum og það var stundum grænt sem kom undan, sko. Þetta var svona farg ofan á. Þá kom allavega litatónar. Ég meina, þú getur aldrei keypt liti í svona sétringum eins og ég er að sækja eftir, sem er alveg röð af litbrigðum. Þú færð hvergi það gamt. Þó þú reyndir að kaupa það í Noregi og Svíþjóð eða hvaðan sem er. Ég vil fá þessi blæbrigði alveg. Það kostar það maður verður að lita sjálfur. Það hefur mér líka fulla stjórn á því hvernig maður vill láta útkomuna verða. Af því ég nota svo marga þræði saman, sko. Ég er ekki bara með einn þráð sem er einn litur. Ég er kannski með upp undir 4-5, upp í 6 þræði. Með mismunandi lit, aðeins tónum, mismunandi tónum. Í einu fyrirdragi í vefstólnum. Sko, ég er voðalega hrifin af alls konar, sko. Þetta er pappír. Já. Þetta er sko tvinnaður pappír. Þetta er tvinnaður pappír, já. Sérðu, og þetta er það sem að Finnar notuðu mikið í, þú veist, turku, eða í mottur. Í mottur, já. Já, En því þetta er hann hrindir frá sér, sko, Já. skít og þeir settu bara, síðan þvoði þetta bara niður í lækjum og svoleiðis. Já, er það? Já. Já. En er þetta líka að svipum sterkleik og er notað í stólana? Dönsku? Já, Já. þetta er það. Já, einmitt. Nú, þetta hérna er svona ull sem er spunnin svona, það kemur lykkja, mér finnst þetta svo fallegt. Fallegt. Og þetta, ég komst yfir þetta gatni í Litáen. Í Litáen, já. Nú, þetta er íslenska ullin sem var spunnin hérna fyrir mig að þetta er sko þrinnaband og svolítið meiri snúður á því, sko. Já. Og svo er þetta bandi sem að mágkona mín Elinborg spann sjálf, sem að er hérna, hvað sagði ég, tókþráður? Já, já. Og þetta er allt litað, þetta hef ég allt litað, sko. Pappírinn var ekki svona lítið. Og sér hvernig ég leik mér að því að leyfa pappirsnum að hafa mismunandi lit. Já.
Hann er ekki... Já, hann er hérna, maður sér munin Já. hér. En er sama aðferð alveg með pappírsritunina? Já. Hér er aftur á móti alveg hreinan tón, hérna, í þessum hér. Þetta er gulur, þetta er meira órans, svona Já. heitari. Já, og það sama sem ég leyfi mér að hafa svolítið líf í garninu með því að hafa litinn svolítið, mismunandi litinn. Það er mismunandi garn sem þú notar til að prjóna, til að nota í vef. Það er miklu mýkra þar sem þú notar það sem þú ert með næst líkamannum. Já. En myndefnar það henta betur að vera með svona snúðharðara garn. Það er ekki bara vegna þess að það fallir áferð, heldur líka varpaða birtunum meira frá sér þegar þú hengir það upp. Að setja upp í vefstól er náttúrulega flókið eins og við vitum, en það þarf að hugsa svo langt fram í tíman og þeir eru hugsað fyrir fleiri en eitt verk í einu. Þannig að undirbúningurinn er mjög mikill áður en maður sest við vefstólinn sjálfan. Það er eins með vefnaðinn og spunan, maður þarf að undirbúa. Áður en maður sest og byrjar að vefa þá hefur mikill undirbúningur farið fram. Það er þetta efnisval og mæling og útreikningar. Samaði með rokkinn, maður er með hráefni sem maður ætlar að spinna. Maður þarf að vega og meta hvernig maður ætlar að meðhöndla það áður en maður fer síðan í spunan sjálfan. Það vaknar stundum hugmyndir bara, þú veist, við að snerta efnið. Þá koma þessar hugmyndir sem er einhvers staðar hérna í kollinum á mér. Það efni kveikir á áferðinni sem að, þú veist, þú ferð kannski út í landslag og það er einhver áferð. Og ég finn ekki leið fyrir þessa áferð til að ná henni fram fyrir en ég er búin að finna rétta efnið. Þannig að þetta kemur bara nokkuð frjálst, sko. Ég er í rauninni ekkert búin að teikna áður en ég byrja á þessu verki. Það eru litirnir og formið sem ég er bara með í huga. En náttúrulega þegar ég er komin kannski hálfa leiðin í verkið þá fer ég að hugsa, já, nú verð ég líklega að fara að teikna það upp og sjá hvernig ég ætla að enda það. Til þess að fá, þú veist, rétt form og rétt hlutföll. Já. Ég er svona meira hér í byrjuninu bara, já. Þú veist, láta sköpunum bara ráða ferðinni. Já. Og sjá hvernig pappirinn kemur út og áferðin og allt saman. Þetta er ofsalega skemmtilegt. Já. Þú ert búin að setja smá ramma með því að vera búin að velja hráefni. Já. Og litinn. Já. Og svo er bara leikur í vefstólnum. Svo leikur í vefstólnum. Já. Þangað til kemur að því að þetta þarf að taka tímann enda. Það er ekki að þetta endalist áfram. Nei. Það verður að taka enda. Já. Þá verður formið að vera hreinu, sko. Í svona láréttum stól, þá náttúrulega hverfur vefurinn undir. Já. Ef að verkið er stærra en 50-60 cm þá hverfur það undir. Já. Stærri verk hverfa undir og maður sér á tímabili ef þau eru komin, sko, ef þau eru kannski 2 metrar, þá sér það ekki byrjunina. Og svo byrjunum og svo svona framhaldi það sem er komið undir sem fer á voðmeðin, sko. Þannig að þú verður nokkuð klár í kollinum að sjá það fyrir þér. Hvernig framhaldið að það stingi ekki stofu heitt. Og svo líka eitt að ég vef mörg mín verk á hlið. Það var að hugsa bara allt á hlið. Maður getur náttúrulega bara að byrja á því að búa til band og sjá hvað kemur út úr því. Því oft er það efnið sem kveikir á einhverju hugmynd og leiðir mann áfram. Þín verk eru líka ganga svolítið út að leyfa hráefninu að njóta sín. Mér finnst það stundum sko fallegt hráefnið. Já. Að mér finnst það eiginlega of mikið að setja það allt ofan inn í vefinn, sko. Já. Þá meiri reynum að spila meira með litina bara hérna, þú veist, litbrigðin hérna. Já. Og þetta verk er ofið á hlið, eins og séð. Það kemur til með að vera svona. Já. Ég er ekkert búin að ákveða hér hvað það verður stórt. Nei. Það sé ég ekki fyrir hvernig hlutfelli verður miðað við það sem ég byrjaði hérna á hvort ég á að hafa þetta svona breitt eða kannski bara svona.
kemur bara í ljós. Það er voða þægilegt að byrja með hvíta ull, þá er maður bara algjörlega í grunninum. Það er náttúrulega voða gott að vera með eitthvað ljóst í höndunum því maður getur alltaf litað það. Maður kannski kýs frekar þannig ull fremur en að byrja með eitthvað svart í þá að maður aðeins bundnar af því hvert maður langar til að fara. Þeir eru voðalega flottir þessi tölvuvefstólar. Já. En það myndi aldrei henta mér. Það skeður svo margt á leiðinni hjá mér að ég vil fá stjórna en ekki láta vefstólinn stjórna mér. Því það sem skeður á leiðinni, það er svo margt sem er öðruvísi heldur en að maður getur sett niður á blað. Hvernig litirnir fara saman, hvernig tengingarnar eru, hvernig skipta á milli forma ef ég er með mörg form inn í. Maður er alltaf að hanna alveg frá grunni, maður er að byggja hús og það er að sjá hvernig það nýtist og hvernig það kemur út. Þú veist hvað gerir arkitekt? Hann teiknar og hann verður að sjá fyrir sér rýmið.